Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og er Jónsson og til mín í sjávarútvegsspjallið í kvöld eru tveir mætir menn, það er Jón Kristjánsson, fiskifræðingur og Ólafur Jónsson sem er mín hægri hönd en situr reyndar núna á mína vinstri hönd. En burtséð frá því, þá langar okkur aðeins að spjalla tvennt kannski mest í dag. Það er annars vegar leiðangur eða ráðstefna sem að Jón Kristjánsson fór núna nýverið til Eistlands og svo fór hann á fund hjá atvinnuveganefnd Alþingis í vikunni. Og ef við byrjum, hvorum einn viltu byrja á ráðstefnunni? Byrjum bara á ráðstefnunni sem þú fórst á. Við skulum fara til í Eystrasaltið. Þú ætlar að byrja í Eystrasaltinu. Forsagan er sú að ég var beðinn að koma á fund eða symposium í Pólandi árið 2009. Já. Til þess að segja frá íslenska fiskveiðistjórnarkerfinu. Það var svolítið brotið blað í því, það var ekki þessir hefðbundnu umsagnarmenn fengnir, heldur svona rebel eins og ég. Já. Til að segja frá árangri kerfisins. Alvörumenn. Já, ég geti kallað það en ég var með ánæður yfir því og ég fer þar og held fyrirlestur kerfið og segi frá þessum mistökum, þar að segja að þeir byrjuðu á kvótakerfinu vegna þess að þorskstofnina þeirra sögn féll saman og það þurfti að friða og það þurfti að passa þetta og allt það. Og hvernig við höfum klúðrað þessu með því að vera að veiða helmingina því sem við vittum áður. Já. Og hvernig réttindi, fiskveiðiréttindi söfnuðust á einar hendur, hvernig byggðir fór í rúst og allt þetta, þessi samþjöpp. Þá var mottóið hjá þeim, það sem stóð, þeir voru að ganga í Evrópusambandi. Já, Pólverjarnir. Já, og það var ráðstefna þetta, hvað þeir ætluðu að gera. Og það var yfirskriftin og það var gefið þykk bók sem hét Færri bátar, meiri fiskur. Já. Fewer boats, more fish. Já. Með því að minnka sókn. Með því að minnka sókn, þá ætluðu að auka aflann. Já. Og ég segi við höfum heyrt þetta hérna líka. Já. Og ég segi við á hvernig vex fiskurinn? Já, við vitum það ekki. Ég sagði að það er grundvöllurinn fyrir friðun er það ef fiskurinn vex mjög hratt og er ungur og allt það, þá er allt í lagi að draga úr veiðum. Hvernig vex hann? Já, við vitum það ekki. Nú, já, við getum ekki aldursgreint. Og þið getur verið þið erum samt með módel sem hann byggir á aldri og fjölda og allt svona dót. Og þeir eru að rekna og geta ekki aldursgreint hann. Svoleiðis að ég læt senda mér hreistur frá Pólandi, frá Gdynia. Og það er auðvelt að aldursgreina fiskinn. Úr því verður skýrsla frá mér sem fyrir það fyrsta lýsir aðferðinu aldursgreiningu. Þeir forðast, hafrannsóknarmenn forðast hreistur eins og heitan eld. Þeir nota bara kvarnir. Stundum eru kvarnirnar góðar, stundum eru þær ekki góðar. Og öfugt, sko. Já. Og ég skrifaði en skýrslu bæðum hvernig það var auðvelt að lesa aldurinn og ég sagði það enda á að segja, ég sá það að fiskurinn beygði af 50 cm og vildi ekki stækka meira. Já. Svo ég segi það. Ertu þá að tala þorsk í þessu tilfelli? Jú. Það er aðalmálið þarna, sko. Þeir eru með síld og allt þetta. Ég var ekkert í því. Ég var í þorskinum og ég segi það að ef ég haldi þessa fram, þá getur farið illa. Skrifaði það með svörtu letri. Þetta skýrslan kom 2010. Síðan skrifaði ég áfram og fekk gögn frá Rólfsfjörðum mínum og Gótlandi og fleirum.
Og ég skrifaði 4 skýrslur. Svo síðasta kom 2019 og ég sé að vöxturinn alltaf að minnka. Og ég segi það í öll skiptin að þið megi ekki gera þetta. Þið verðið að hætta þessu. Grísja. Já, eða ekki vera að draga úr veiðum svona mikið, ekki beint að grísja. En þið þurfa að veiða. Svoleiðis að það var ekkert hlustað á það nema 1-2 menn. Og síðan lokað fyrir svona 5 árum, þá Eystrasaltinu lokað. Og aðgerðin núna svo að búa til eldisstöð sem kostar óheimil peninga, búa til þorskseiði og setja það út í sjóinn. Eystrasalti. Þetta til að vantar nýliðun. Þeir hafa núna síðast sleppt 50.000 svona seiðum og það er ekki fengið eitt einasta tilbaka. Það er ekkert að éta. Nú fréttir það að selkópar að drepast og hungri. Það er ekkert að éta fyrir þá heldur. Já. En í stuttumáli þá ástandið svona og mér var svo boðið núna daginn að halda erindi á vísindaráðið þarna Eystrasalts. Þar sem að koma saman allar þjóðir. Allar þjóðir þá í kringum Eystrasalts. Svíar, Finnar, Lettar og Litháar og Pólverjar og nefndu það, Danir. Og ég flutti þarna erindi svona í róman hálftíma og ég sagði þeim, endurtók þetta og sýndi myndir af þorskreistri og svona ýmislegt, fór yfir þessar skýrslur. Og ég sagði, ég hef eitt ráð að gefa ykkur. Núna eru þið að tala það að draga enn meira úr veiðum. Það er ju búið að vera að loka, en það eru að hafa ágjur út af þorski sem meðafla í öðrum veiðum. Ég sagði, hætti þessum. Ef þið dragið úr veiðum núna, þá fáið þið hvað sem enga fisk. Af því það enginn að veiðan. Nú skulið þið bara setja á fullar veiðar og sjá hvað gerist. Það getur ekki orðið verra. Nei. Þannig að það er alveg tilraunir að gera þetta. Þetta er eina ráðið sem getur gefið ykkur og hvetið menn til þess að veiða. Það skemma ekki, en það er ekkert að skemma. Og þessu var nú svo vel tekið að Pólverjinn sem var rastumstjóri, hann rétti prins Pólo viku eftir að Kristinn fékk það. Ég mjög stolt að hann segir svolítið að þessu. Þannig að þetta var ágætt og nú erum við í sambandi við þessa menn, Pólverja, og sem eru, þessi menn 2 sem ég í sambandi við eru útgerðarmenn og hafa verið í fiski og ráðstefnu fundarstjórinn, hann var að vinna fyrir Samherja í Pólandi. Hann þekkir þetta allt saman og Evrópusambandið og Samir og allt þetta er búið að taka allar fiskur af Pólur út af sveiðarnar. Þannig að hann vissi alveg hvernig klukkan sló. Nú eru þeir í einhverjum deilum og veseni við Evrópusambandið út af einhverju kvótamálum og hann vildi hafa sambandið okkur sendan til þess að sjá hvort að við getum gert eitthvað í þessu sem fagmenn, skilur það. Og ég sagði, það er velkomið, við getum gert það. Þannig var þetta var bara ánægilegt. Eini gallinn fannst mér þá ég að koma inn í 30 manna hóp sem allir þekktust, en ég þekkti engan. Og þú veist, þetta skrítið, maður eins og ókunnur maður. Já, og hvað heitir þú, vinnur, og allt þetta. Þannig var íslensk stelpa sem hafi verið að vinna fyrir Baltic eða ráðið þarna. Hún var sænsk, hún hafði verið hérna á Íslandi. Lærði hérna í háskólanum. Talaði íslensku. Og hérna var hún menntaður fiskifræðingur. Já. Og hafði þá verið í einhverju starfsnámi eða eitthvað hjá Hafró eða... Já. En svo er bara þetta. Gerist eitthvað, ég veit það ekki. Ég búin að tala hérna í 45 ár. Það gerist ennþá ekki neitt. Nei. Og það allt tónmiðskilningur og ég hef ekki vitað þessu og allt það. Þannig að þetta var nú þessi ágæta ráðstefna. Já, en þú ert í sambandi við þessa aðila. Já. Og þá sérstaklega Pólverjana, eða hvað? Já.
þannig að þú kannski átt von á því að eitthvað verði gert. Þeir hafa kannski enga að tapa. Það einhver tímann hlýtur einhvað að gerast. Já. Hvort maður lifir það veit ég ekki. Þetta náttúrulega getur ekki gengið svona frekar heldur en hérna. Þú getur huggaði veitt, þeir lifa lengst sem líðnum eru leiðastir. Þannig laga séð. Já. En hérna, bursið frá því, svo sé nú ekki minn eitt fíblagang, að þá þetta náttúrulega kannski vísir af einhverju breytingu. Já, mér finnst það. Já. Þessu var ágætlega tekið. Já. Þeir kannski kveikja á perunni, þeir eru komni já, niður í núll ég meina, úthlutun. það var þannig það er ekkert að tapa. Það er enga að tapa. Nei, Þjóðverji þannig sem var, þeir eru að rekna út súrefni og drull á botninum og ég veit ekki efnafræði og seltu og allt svona, það er öllu kennt einhvað svona. Já. Það er sko aðalatriði. Fer oft út í öfgar þegar þeir fara af stað. Já, þeir eru að reyna að verja sig með einhverjum svona vísindir sem enginn skilur. Já. Það er líka hér, þú veist það. Já. Það er sjávarhítinn og... Já, og svo hefur það er ekki hægt að veiða hann eins mikið því að það breyst skilur í sjó. Já. Hvaða skilur? Já, það hefur hlýnað svo mikið. Já. Hlýnað, það hefur ekki hlýnað. Ekki sem einu ekki alls staðar, nei. En þetta er nú svona ágætt að fá þessar upplýsingar það að það eru þó einhverjir sem vilja hlusta á þig og heyri í þér. Já, komið góður, hefur verið í gegnum tíðina, það bara, það hefur verið sett á mann, bara herdeld af bírókrötum og fiskifræðingur sem bara ráðast á mann. Það er búið að gera það allan tíman. Já. Þannig að það er reynt að þagga niður þín sjónarmið og þín vinnubröði gegnum tíðina. Já. Og það er bara þannig. Já, það er svoleiðis. Já, þannig að við skulum kannski láta þetta aðeins bíða núna, en þú varst kallaður á fund hjá atvinnuveganefnd í vikunni. Já. Og það var út af úttekt á Hafrannsóknastofnun. Já, það var vegna lagafrumvarps sem að liggur núna á borðinu í samráðsgátt. Já, sem verður lagt fram núna fljótlega. Verður lagt fram fljótlega. Þið munið það kannski að hérna í haust að þá verður uppi fótur og fit þegar forstjórinn allt í einu hættir. Já. Hann var auglýsta, staðan merði auglýsaði ráðherrann og þá sagði hann upp á deginum. Já. Og eigum ekki bara kalla þetta á íslensku að hafa rekin. Jú. Já, þannig bara pent. En reyndar ekki kannski rekin, það má kannski óþarf að segja það, en hann var ekkit öruggur, hann þurfti að sækja aftur. Ertu ekki að hann var ekkit velkomin. Já, það skiptir ekki máli. Hann hættir og það er látið liggja fyrir að þeir þurfa að breyta stofnuninni. Já. Og það er ráðinn einhver forstjóri til vara eða í tímabundið. Fyrrverandi forstjóri í... Núverandi. Já. Og það eru engar merkjanlegar breytingar. Þessi forstjóri mér skilst ekki vilja koma hingað. Nei. Og það er náttúrulega mjög einkennilegt, eins og allt hjá þessari stofnun. Nú til dæmis þeir eru nýkomnir úr ranni. Fyrrverandi forstjóri Hafró, hann kom hingað í spjall við mig. Já. Og það koma Hafrómenn hingað. Já, ég fengi þá. Og það var bara gott, það kom ráðherrann kom hérna. Já. Bjark kom hérna. Já. Þetta var allt uppbyggjandi og það var greinilega að sá ráðherra vissi og að lítið. Já, og ekki kannski í sögulegu samhengi. Nei, þetta er allt ungt fólk og það er ósköp skiljanleg. En það er merkilegt með alla þess að þeir leitir sér ekki ráða hjá reynslu meiri mannum. Nú eru flestir þessi fiskifræðingar sem eru hjá Hafró, þeir voru börn þegar kvótakerfi verið til. Já. En þeir eru fæddir og uppaldir umverulega í kvótakerfi. Já.
Já. og vita ekkert út fyrir það. Nú, ég las yfir þetta frumvarp og því maður var nú að búast við því að það gert eitthvað. Já, Sko, stærsta gagnrýnin á Hafró hefur allatíð verið svo að þeir hafi rangt fyrir sér í ráðgjöfinni. já, Þeir séu allt og naumir á fiskveiðum já, já. og við erum búin að tala um það í 40 ár að eina ráðið sem kunnað það að skera niður veiðar. Já, já. Það eina sem þeir hafa gert. Eina sem Jón, þeir hafa gert, já. allar götur. Þrátt fyrir alla gagnrýnina. Þannig að ég hugsaði með mig, já, nú að gera eitthvað í því, en þetta aðal ástendingastefnan. Já, Ástendingastefnin það að þeir eru búin að glutra niður öllum veiðum. Við erum hálfdrættingar í þorski sem að þýðir það, við erum að tapa einni þorskvertíð á ári. já, já. Vertíð hætt Já, já. að mestu og þetta kannski einhverjar 100 milljarðar á ári. Já, 130 Hundruðir. Já, Já, já. Þetta útflutningsverðmæti sem týnt. Já. Týnt útflutningsverðmæti. Og nú skulum við ekki kúpla því inn að það fer svo í handhafana sem að skila því kjöllu til okkar. ekki einu sinni. Nei, ég meni að segja svona. Já, Ég les þetta frumvarp. Það ekki vottur af neinu svona í þess átt. nei, Það verið að tala um það að menntun forstjórar hafa. Það verið að tala um að hann hafa 9 manna ráðgjafanefnd sem fundi 4 sinnum á ári. Það var ráðgjafanefnd áður með 4 mönnum og hún fundaði 1 sinnum á ári. Ef hún gerði það. Og hún var bara leikaraskapur. Þessi nýja nefnd náttúrulega leikaraskapur. Það sem þarf að gera, ég veit ekki nákvæmlega hvað að gera, en það þarf að vera einhver fagnefnd þarna sem að hlustar. það þarf bara að vera stjórn í þessu fyrirtæki eins og öðrum Já, en ef að stjórnin öll í sömu átt eins og hefur alltaf verið, þá þarf það ekki neitt. Það þarf að vera stjórn sem skipuð á öðrum forsendum heldur en verið hefur. Já, og hún þarf að hafa einhver völd Já, og svo þarf það að koma eins og var skilningurinn alltaf að ráðherra þarf ekki að hlusta á það. nei, þetta er ráðgjöf. Þetta er ráðgjöf. ekki heilur ríkning. Veðjað á rautt. Já, Já, nei, ég ætla að veðja á svart. já. Það svona. Ég veit, við vorum, Jón, með ráðherra hér á árum Já, sem ég að bara, jú, þeir hlustuðu á Hafró og hvað þeir höfðu til málan að leggja, en þeir fóru sína leiðir. Já, sko. Þeir hlustuðu til dæmis líka á sjómenn Já, sem út á hafi 300 daga á ári. Já, Lúðvík byrjaði alltaf á því að hringja landið rund í sjómenn út. Sama gerði Matthías Bjarnason og fleiri á meðan hann var. Fyrsti maðurinn sem fer eftir ráðgjöfin algjörlega, það Þorsteinn Pálsson. Já, hann Já, það var Þorsteinn Pálsson. Hann sagði það bara, hann var að svara ádeilu Hafró. Já. Sem ég bara fer eftir ráðgjöfinni og sjáum hvað skeður. Og hvað skeði? Hann fór niður í Það bara hélt bara áfram að rýrna. Hann fór niður í 140.000 tonn. Já. Og þetta þótti Og þarna sitja þeir allir sem koma á eftir Þorsteini. Þeir segjast allir verða að fara eftir ráðgjöfinni. Já. Það þarf ekkert. Það hægt að hlusta á fleiri raddir. Það hægt að fylgjast með fréttum. Sjáu þið fréttirnar af veiðunum sem við erum að sjá núna. Það er búið að vera svoleiðis. Bátar er að setja hvert metri. Já. Netabátar verða að landa 4 sinnum úr sama róðurinnum. Hvaða rugl er þetta að það sé ekki til fiskur? 70 tonna bátur Bárður SH fyrir vestan fekk 100 tonn. Já. Sótti það 2 eða 3. 4 sinnum. 4 sinnum sama daginn. Ég man eftir því, það er nú áratugir síðan, þá voru í ralli hérna við Vestmannaeyjar. Þá voru þeir að marklaða bátarnir. En fiskirannsóknarskipi fekk ekki neitt. Já. Ég hefði nú verið leiðanarstjóri þá og ég spurt, eru þið með fiskitról borð, strákar? Þeir eru með svona bleðil sem að ælir öllu fram á sér. Já. Ég ætla nú ekki að fara. Þeir verða að færa sig nær veiðunum.
Já. Þeir verða að læra af veiðunum og lesa veiðarnar. Það verður að taka tillit til Við erum búin að vera með afkastageta hafsins. Við erum búin að vera með sömu togin að stæðstum hluta í togarrallinu í 42 ár og það er ekki tekin nótis af hitabreytingum í hafinu eða gengi á æti eða fiskigengi. Sko. Flóð og fjöru, Veðri. mikill hærsti straumur, mesti straumur, Já. vinstri straumur. Skilur, hvaða fiskimaður getur hagað sér svona? Enginn. Það verður alltaf að fara eftir því sem er að ske og lesa í náttúrunum. Já. Annars ert ekki fiskimaður. Það er ekki hægt að veiða svona hendingarveiði. Gera eins og þeir eru að meta rjúpuna að skjóta alltaf í sömu átt á saman stað. Nei, en svo það er ekki bara það. Sko, þetta rall er fundið upp af ISIS og það er ekki bara þar, heldur í Ameríku líka. Þetta er alltaf sama aðferðin að halda það að þær geti metið stofnin eða vísitölu, hvað vil kalla það, af þessum togum. En fór helvíti, þá verða þeir að vera vissur að ná utan alla stofnin, þó að sé ekki mikið að veittarstað. En sko, trolli veiði 5 metra upp. Fyrir ofan eru nokkur 100 metrar. Flottroll var notað til að taka fiskin sem var þar. Það var bannað af því að það veitti svo mikið. Það er heill heimur fyrir ofan 5 metrana. Þeir eru ekki nema í broti af stofninum. Og svo hafa þeir aldrei reynt að skýra það. Hvernig stendur á því, sko, þeir voru í byrjuð á vorralli, 85. Og svo eru þeir óánægðir með það. Og segja að það er vegna þess að fiskurinn er sannlega bara að ferðast annars staðar. Og hann er að fara til hringningar, hann er að færa sig á milli svæða og hann er bara upp í sjóið eitthvað. Við verðum að breyta þessu og fara yfir á haustið, þá er fiskurinn allur meira botlagur, segja þeir. Þetta var hugmyndin og hún var búin til að Gunnar Stefánssoni og Kristjáni Þórararssoni hjá LÍU. Og hugsunni var allt í lagi. Síðan kemur það bara í ljós að haustrallið er alltaf lægra heldur vorrallið. Og býttu, hvernig skildi, eru ekki að mæla saman stofnin með sömu veiðafærinum og sömu stofn? Jú, en þeir hafa aldrei reynt að segja, á hverju er þetta? Ég get bara sagt ykkur að hér og nú. Á vorin er ekkert að éta upp í sjó. Það er að koma út úr vetri, það er ekki komið inn eitt líf í sjóun, engin áta. Svo kemur hún á sömurinu, þá blæs upp átan og allt þá fyrir fiskurinn upp að éta. Já, Óli hefur náttúrulega góða sög að segja þegar þú varst með flottrollið á tórunum, á sömurinn. Nei, ég bara segja það. Að þeir gera sér ekki grein fyrir að fiskurinn er farin upp í sjó og þá eru þeir ekkert að mæla það. Nei. Enda, það er ástæðan fyrir því að það er alltaf dregið úr veiðum. Það er að þeir mæla alltaf stofnmengun. Og þetta er svona í öllum löndum í kringum Atlantshaf og Ameríku líka. Þeir hættu þessu í Ameríku? Nei. Jú, í Alaska. Það getur vel verið. Þeir kostuðu þessu. Þeir reyndu þetta togararalli upp í þeir hentu því eftir 2 ár. Ég þekki því ekki, þetta er gert ennþá í Kanada og þetta er ennþá á George-banka. Í Kanada eða ekki? Já, ég er að segja þér það. Það er ennþá verið, það eru allir í þessari vitleysu og línan kemur frá ISIS, allir að gera þetta eins og allir að gera sem vitleysuna. Og við erum að vera þorsklausir og verðið hækkar alltaf í hver saga er það? Þeirra sem hafa fasta. Sem eiga veiði fastan hluta, hafa þar. Það var hérna hjá mér formaður félag fiskvinnslu án útgerðar og útflutnings Arnar Atlason í síðasta þætti fyrir viku og hann var að segja að afurðaverð hefur aldrei verið hærra í íslensku sjávarútvegi heldur en núna á flestum tegundum. Samt eru við larri heldur en norðmennir með fiskverð. Já, en heim var skoða eins þetta með fiskverðið og þjóðina. Hver er að borga þetta fiskverð? Það erum við sem borðum hann.
Já, Og já, Það er nú minnst af. við borðum nú svo Við litla þurfum að kaupa prósentur. fisk dýrum dóm. Já. Og Það það er er náttúrulega því að krónan er verðlaus. Það er annar þáttur, skilur. Er hún verðlaus í svínakjöldinu, krónan? Þar kostar kíló 1.500 krónur. En þorskinum 5.500. Þetta er engin rök, þetta er ekkert krónan, þetta er bara vegna þess að frambóð eftirspurn. Já, Áður fyrir dró ég fiskin heim á Vír í gamla dag og keypti fyrir maður 1-2 krónur og keypti fisk út í fiskbúð. já. Af því að kjötið var svo dýrt, þetta er algjörlega snúist við og þetta er afleiðing af þessu háa fiskurinn sem er afleiðing af kvótaflótta. Já, kannski í bland en það er ekki því að þakka. Það er náttúrulega bara eftirspurn eftir fiski út allan heim. Það er ekkert verra hjá færingunum þó þeir séu með sóknardaga. Þetta er aflinn og Norðursjó sem hann stærsta búrið fyrir fisk. Hann er 3% af því sem hann var áður en þau fór að stjórna. Já, Hann er 20.000 tonn. Stjórnunin er stóri gallin okkar í gegnum tíðina. Já, svo get ég sagt þér það að minnstakosti hann á Bretlandseyjum alls þar áður en þeir fara að stjórna þá aflatölur eru kolvitlausar. Já, Það er alltaf tendens í því að gefa upp minna heldur en þú veiðir. Já, við náttúrulega þegar útlendingarnir voru að veiða innan íslensku lögsögunar þá voru það mjög óábyggilegar tölur sem að Bretarnir og Þýskararnir voru að gefa upp. Nú, þeir voru að veiða við hliðina á Breta í einhverjar ísfirðingar og á Halland og svo hittust þeir út í hól þar sem það var verið að selja. Þá var Bretin gaf upp aflann og Barentshafi. Já. Og þeir voru lifið. Já. Þetta er Annar á allt Íslandsmiðum og hinn í Barentshafi. Sá á milli. Já. Nei, það er ýmislegt en svo við höldum áfram með þennan fund hjá þér með atvinnuveganefnd. Var við einhvers konar vilja þar Já, til? sko, ég talaði nú þannig sem ég hef kannski aldrei gert áður. Að ég er mjög leiður orðinn á því að vera að tala utan í hlutina. Já. Ég sagði bara það að við værum að eyðileggja fiskimiðin og tegundurnar á litlum veiðum og Hafró væri bara með röng vísindi. Ég sagði það. Þeir eru að gera hluti sem eru rangir. Og ég er hættur að tala að laga þetta. Ég segi bara að þeir eru í kolrugli. Og Það er bara svoleiðis. hvernig voru viðbrögðin við því? Það var enginn sem mótmælti þessu. Nei. Og það komu meiri sér til mín menn á eftir sem að þökkuðu mig fyrir og alltaf að hafa sambandið. Já. Pólitíkusar Já. og merkilegustu flokk. Ok. Skulum vona rætist út í. Já, ég meina það er verð að fólk að opna augun. Ég var nú að ég með safna vídeómyndum Já. á YouTube og það er undir nafninu fiskimyndir. Ef menn slá upp fiskimyndir á YouTube Já, ok. þá koma upp alls konar myndbönd. Til dæmis þegar ég var hjá Eiríki, manstu til því? Og sagði að það var að draga út allan flótan og veiða sem ekki, maður fekk skammið fyrir það. Hjá Eiríki Jónssoni. Já, síðan var ég einu sinni á Stöð 2. Við sýndum það hér. Við sýndum frá Eiríki, en svo var annað, það voru fleiri bönd. Við hefði annað sett frá Stöð 2, þar sem ég er svona tekin fyrir og hvað ég vildi gera. Ég sagði það, sýndi fram að það hvernig stofnin fyrir upp og niður og upp og niður og upp og niður. Akkur hann gerir það vegna þess að þegar hann er stór, þá er ekkert pláss fyrir ungvið, það þarf ekki. Svo minnkar stofnin og þá er alltaf að éta fyrir ungvið, þá kemur nýr búst, sko. Og þetta er í öllum löndum í kringum okkur sem búst. Það er svona upp og niður vegna þess að stóri hryggningastofnin gefur minna af sér heldur en sá litli.
Já, og það liggur líka Ég meina, í því það að hann bara er að vita. éta undan sér og Já, allavega. svo allar en það vill enginn viðurkenna það. Nei. Þó þú sýnir þetta á svart á hvítu. Þá var ég að tala þetta og ég var alveg hissa hvað þetta er góður þáttur því að ég segi nákvæmlega þessar hluti og akkur þetta er engin reaksjón og það er 21 ár síðan. Já, Og það eru fleiri vitar og ástæðan því að ég var að rifja þetta upp í gær var umræðan Evrópusambandið. já, Sko, það er ekki allt satt sem okkur er sagt. Þá var sjónvarpið fór í ferð, fréttaöfluna ferð til Skotlands. Og 2 menn, Magnús Hafsteinsson og Friðþjófur Helgason, myndatökumaður. Og við fórum og byrjuðum í Aberdeen og ég fékk að fara með þeim. já, Og við byrjuðum í Aberdeen, fórum þar í fiskmarkaðin. Og ég sé sko 100 kassa á ísu sem er svona í síldarstærð. já, Já, ok. Og þeir raða rosalega fallega í kassana, sko, þetta er gaman að sjá þetta. Já, Svo kem ég út að enda á línuna, þá er fullur hrognakassi, eða margir hrognakassar. Og ég segi, hvað kom sér hrogn? Nú voru ísunni maður. Já, þetta er fullorðin ísa. Já, já. Og það kom síðan í ljós og hún var 4 til 5 ára gömul í síldarstærð. Já, já. Og það er bara óþekkt sjá okkur, sko. Svo skoðið þorski sem er stærð og hann var jafn hóraður eins og þessi ísa vegna. Það hefur að keppa og éta það sama á þessum aldri. já, já, Síðan förum við áfram til Peterhead sem er einn stærsta löndunarhöfni þetta. Það var Magnús búinn að mæla sér mót við skipstjóra sem hann þekkti, Peter Bruce. Og við fórum að spjalla saman á pub. Og þá tekur Peter og hringir í mann sem hann var formaður félagsins. Og segir, heyrðu, það er fiskifræðingur hérna frá Íslandi. formaður í þá félagi sjómanna og útgerðarmanna. Já, það er fish producers. Já. Það er bæði veiðin Já. og salan og allt saman. Og þetta er fjölskyldufyrirtæki. Samtök. Ha? Samtök. Svo eru þeir í samtökum, þetta er fjölskylduútgerð, sko. Ég hætti ekki núna, ég á engan son, sagði kallinn, sem ég fór með að sjó. Og hann hringir í þennan Tom, segir voru að hlusta á þennan mann hérna. Nei, ég hlusti ekki á fiskifræðinga. Nú, hvað er vitli? Jú, það er bara alveg prinsipið mér, það er ekkert að marka þess að segja. Komdu nú, Tom. Hann kemur. Og við vorum perluvinir síðan, allt í einu kemur maður sem sagði það sama og hann hélt. Og látum nú það vera. Og þeir taka með það viðtal. Hann var harðasti andstæðingur Evrópusambandsins. Og þetta er árið 2003 og þá voru þeir fyrir mánuði búin að missa undanþáguna. Það er að segja að þeir fengu undanþágu í 15 eða 20 ára. Þeir fóru inn milli 70 og 80 og svo er útrunnin aðlögunartími. Já. Og þá var Evrópuflotinn kominn á dyrunum hérna. Og þann sagði, við getum lifað ágætlega á okkar miðum, í Norður og Írlandi, Írskafinu og allt þetta. Og við Sjetlandið líka, við Sjetlandseyjar. Já, og allir þessu svæði. Við getum haft ágætis afkomi fyrir okkar flota og þetta. En við getum ekki tekið Evrópuflotann líka upp í hjá okkur. Þá er þetta ekki hægt. Og árangurinn er sá núna að bara taka fiskimeiðin á okkur. Það er Spæn, eins og það segir, þeir eru komnir, Spánverjarnir, þeir eru með miklu fleiri skip og þeir hafa frjálsan aðgang. Það er equal access, segir hann. Þeir eru alla í sambandinu. Já. Upp á 12 miljónum okkar og við getum ekkert stjórnað þessu. Þeir útlutuðu kvóta sko á spönsku skipin og ég var 95 eða 6 þá sigldi ég
skipi hérna úr garðinum, Bergur Vigfús hétan, og sigldi honum niður til La Coruna á Spáni og hann var seldur þangað. Og það var Skoti sem bjó á Spáni sem keypti hann út á það að hann fékk að veiða frjálsan skötusel við Írland eða sunnan við Írland og svo hafði hann bolfiskóta við Shetland. Hann fékk kóta sem sagt við Skotland, það tilheyrði Skotlandi, Shetlandið og Orkneyjar og þarna norðan við hérna Skotland og þar mátt hann veiða sem sagt held ég 50 tonna af ýsu og 50 tonna af þorski. Þetta var kótin. Svo mátt hann veiða frjálst af skötusel þarna við Írland. Sko það voru gefnir út kvótar fyrir Bretana með samþykki Brussel af vísu því að það var á hver áramót einhver svoleiðis og fór allt liðið þannig að reyna auka kvótana sína. En það var áður en það komið inn sko. Svo komaður inn. Þetta er svolítið flókið en hann er algjörlega hreinar línur vegna þess að stendur í sáttmála ESB að það eru jafn aðgangur fyrir alla að öllum miðum allra landa. Það er þannig mestalagi einhver undanþágu og nú er talað um það að við fáum að stjórna með íslenska kvótakerfinu og við verðum fiskimálastjórar í ESB. Þetta er grátlegt. Að þetta viðtal er svo flott, það er svo, hann segir þetta svo skýrt. Og þessi maður var aðal hvatamaðurinn að útgöngunni og hann kærði drottninguna fyrir landráð að hafa komið þeim inn því að það er stjórnarskrárbrot. Það er sama sem er í uppsiglingu. Skoti. Þessi maður er skoti. Já, hann er skoti, Tom Hay. Og við heimsóttum hann á Sigur að koma með mér eins og heimsengar. Við þekktum á vel og hann er nú dáinn því miður en konan hans bjóð til gott bakkelsi og gaman að heimsækja. Þessi ferð er síðan upphafið að minni útrás, sem ég var að segja það, að þeir fengu mig til að fara í rannsóknartúru Norðursjó. Og ég sagði já, allt í lagi. Ég fór þangað og fann það út að það var vanveið í Norðursjó og fiskurinn var bara hungraður. En það engin togar, engin skip eftir. Flotinn var farinn. Og þetta kom nú forsíðu í Fishing News og allt í lagi með það. En skýrslan var send til ISIS og hún fór bara beint í tætarann. Upp úr þessu fór ég til Írlands og þar var ég sama på tenningnum en við ákváðum það að koma ekki með neina skýrslu. Þannig lagðist að ég kom með hana en við héldum ráðstefnu þegar við kynntum hana. Já. Og með mér var Jörgen Niklásson í Færeyjum, sjávarútvegsráðherra Færeyja. Sem var þá sjávarútvegsráðherra. Hann flutti erindum færeyska kerfið og svo framvegis. Og við líka, en þá kom þetta maður frá Ástralíu sem var að vinna í Hafró í Dublin og sagði, mér var nú bara sagt að ég ætti að geta koma hingað á þennan fund og hlusta. Vegna þess að þetta væri bara bjánar sem að væri með þennan fund. Og hvaðan kom það? Jú, langar svo stutta, það kom frá Hafró. Á Íslandi? Já, á Íslandi. Og það var vegna þess að ég bauði einum frá Hafró að koma með og ég sagði að skilti borga fyrir hann. Já, ég vil að spyrja Jóhann, sagði hann. Hvort ég megi þetta? Nei, ég skal sjá þetta. Þá var Jóhann Sigurjónsson forstjóri. Nei, mér finnst ég þurfa að tala við hann og hann gerir það. Þar með var fjandinn laus. Hann kom svo ekkert með. Og voru fleiri hérna sem að vildi ekki koma með mér að þeir voru að vinna einhvern verkefni fyrir sjávarútvegsráðuneyti og svona, það mátti ekki bendla þá við svona var þetta. Já. Þetta eru vísitinn á Íslandi? Já, ég sé bréf þar sem stendur þú átt ekki að vera að borga þessum manni eins og peninga fyrir svona að gera.
Já, Nei, þetta er nú bara saga það er búið að vera að eyðileggja fyrir mér í 40 ár. já, en það nú kannski ekki það verst að þú hafi fórnað einum manni, en þeir að fórna þjóðarhagsmuni fyrir hjá heilri þjóð og skerða lífsafkomu hennar út af vanþekkingu og jafnvel Vanþekkingu, Það er að tryggja einokunina. Já, til að tryggja einhverju fáir útvaldir fái að hyrða arðin af Sitja að því. auðlindinni og Já, sitja að því. Þetta er svolítið, svo er svolítið gaman að þessu. Bæði Þórunn Þórðardóttir og Ingvar Hallgrímsson, þau lærði í Oslo. Já, Þórunn fór nú í plönturnar, svifið, og Ingvar fór í rækju og eitt og annað, og þetta var ágættis biológar, líffræðingar. Flestir fóru til annarra landa. Og Jóhann Sigurðsson til dæmis fór til Noregs, en hann fór í Friðriksgötu sem það heitir. Það er sjávardeildin. já. Ég var í háskólanum, annars staðar, í ferskvarsdeildin, eða bara í dýrafræði með ferskvarsfisk sem spesialitet. Já, Það er algjör aðskilningur milli sjávarrannsóknina og ferskvarsrannsóknina. Vatnaransóknar. Já, við erum að grisja og veiða, hinir að friða. Já. Og við erum kannski í þessu vegna þess að við erum að fást við vatn sem afmörkuð stærð. Það er kannski enginn að veiða. Nei. Samt hverfur fiskur eða hann horast í allavega standi í mörgum vötnum. Og maður skýrir það. Sveiflast. Já, og maður sér það til dæmis ef grisjar vatn, þá stækkar fiskurinn. Já, Svoleiðis að það þarf ekki að fara í götur með það sem ég gerði hérna þegar ég kom heim. Og Jakob bara skammaði fyrir að þú var ekki skrifað neitt það árangur þessara brölti sem að þú ert í. Ég sagði, Jakob, veistu það er ekki að skrifa sjálfsagt hlut. já, Vita þetta allir. Hann hélt nú ekki. En þetta var nú bara svoleiðis. Og þannig kemur múr á milli. Jóhann menntaður niður í Friðriksgötu hjá Jónskór, prófessor. Ég menntaður upp á Blinnan hjá öðru fólki sem í allt öðru. Það töluðist ekki við. nei. Og svo En það kemur eru 2 virkar hafrannsóknastofnanir í Noregi, það ekki? Jú, það má segja þá. Það er í Bergen Já, og svo Tromsø. já, ég að minna það. Já. Og það eitthvað samstarf náttúrulega á milli, en Ég held að það sé ekki mjög mikið. nei, en þeir reyna að hafa þetta þannig að það séu raunverulega 2 valkostir. Já, Tromsø skólinn byrjaði rétt eftir að ég fór frá Noregi. Já, Og ég fer þaðan 71. Og þar voru kennarar mínir á Oslo-háskóla sem tókuðu stöður þarna, svo ágætisvinir mínir. Og þeir voru í meira til að byrja með, voru líka í vötnum. já, Og þeir tóku stórt vatn í Norður-Noregi og þeir fóru í það verkefni að greinsja það. Það var bara fullt af svona smákræðu og þeir fóru í stórt verkefni, þeir bjuggu til gildrur já, og þeir veittu yfir 100.000 fiska á vetri. já. Og fiskurinn stækkaði frá því að vera lítill og að vera stór. Já. En svo var því kannski ekki haldið áfram, þannig að það fór í einhverja vitleysu. Þú veist, það breyttist eitthvað í einhverja aðrar áttir sem ég man ekki hvað var. Þetta nú svolítið langt síðan. Og ég veit ekki hvort ég héldu áfram verkefninu, en nú þetta, ég veit ekki hvernig þetta núna, en þetta tókst að stækka fiskinn, nú það einhverjum ástæðu, hvort það var hotsíli sem kom upp eitthvað, ég veit það ekki. En það sýndi það bara að með átæki þá var þetta hægt. Já. Og það er svolítið gaman hérna, ég var að lesa Bjarnar Sæmundsson, sem að skrifa í kringum aldamótin 1800-1900. Já. Þá var hann að skoða lax og silung hérna. Og hann segir, það sem hefur komið út úr sig á mér það að silungsveiði hefur allstaðar minnkað.
minna veitt að silungi. Þarna ertu að tala fyrir 130 árum síðan. Já. Og það vegna þess en nú hafa bændur tekið upp aðeins aðra siði. Þeir hafa stækkað möskvan til þess að hlífa smáfiskinum. Og það að skila sér, að létta veiðiálaginu. Það sem gerðist var það að veiðin minnkaði. Já, við það. Já, og vernda hrygningastöðar. Þið veitir hvernig var gert í gamla. Það var dreigið á hrygningastöðar. Þar var mestu fiskurinn sem safnaði saman. Það voru þveraðar átnar og allt þetta. En það fór að minnka silungsveiði leiðu stækka möskva. Þið djöfluðust á Selvogsbankanum. Það var bara hrygning. Já, það var náttúrulega hrygningarfiskur, en hann að tala vötnin. Ég að tala vötnin, sko. Já. En var einhvern tíðan afla skortur á Selvogsbanka? Nei. Það var það ekki. Það var ekki fyrir þeir bjuggu til svokallaðan Tómasar haga, fríðuðu svæði á Selvogsbankanum. Og það var nú skýrt í höfuð og Tómasi Þorvaldsinni, útgerðarmanni í Þorbirninum, að það átt að bjarga hrygningarstofninum að fríða svæði. Átt alltaf að fara svo varlega en þeir bara offsettu miðin. Það bara svona. En svo náttúrulega veitum við með nót. Það kom löngu seinna. Það 1965 eitthvað svoleiðis. 66, 65, voru eitthvað 3 eða 4 ár. Þeir eru aldrei séð þann fisk fyrr. Nei, það voru bara 15-20 kíló. Og svo komu tröllasögunar á veiðin. Já. En sko, það svolítið gaman. En það var undir forskrift hjá Jóni Jónssoni, hann sagði þessi fisku væri hvort að drepast. Já, sko, Jón Jónsson gerði ansi margt gott og var mjög klár maður. Já. En það þurfti að koma frá, af því hann var alltaf klár. Og þegar Vilhjálmur er ráðherra, Vilhjálmur á Brekku, hann var aldrei, ég segi það bara, hann Hjálmar var sonur hans. Já, en Vilhjálmur var... Ég ekki tala Vilhjálm. Nei, ég ekki komin á land. Hjálmar og Jakob fengu Vilhjálm til að hjálpa sig við að koma Jóni frá. Já, á sínum tíma. Já, á sínum tíma. En það bara, þá hefur hann, það var löngu áður en að varð ráðherra sem að Jón Jónsson fór frá. Nei, Jón Jónsson var ráðherra, var í forstjóri Hafró þegar að kvótakjöru kemur. Nei, þá Jakob orðinn forstjóri. Nei. Já, við skrifum. Já, Jón, 83. Ég get bara fullvissaði það, 84, þá var ég sjálfur, byrjaði að skipta mér af málum og var meðal annars, og hann tekin við, Jakob Jakobsson fyrir 1980. Það ekki rétt. Kvótakerfið sett á 84. Ég get sýndir blaðagreinar þar sem við stílum öll bref á Jón Jónsson, forstjóri Hafró. Já, en hann tekin þá við. Þú ert að klikka einhver 10 ár að minnstakosti. Já, við skrifuðum Jóni Jónsson og Jón Jónsson svaraði. Já, þá ert þú að rugla tímatalinu. Þú getur flett þessu upp og það hægt að fletta þessu upp auðveldlega hvenar Jón Jónsson hætti sem forstjóri Hafró. Já, við skulum nota það líka með það einhver tíman 1970. Já, hann var samt innmálverður í þetta saman. Ekki, hann var hættur öllum afskiptum. Hann svaraði okkur bréfu. Já, það getur verið, en þú ert þá að rugla saman við í tíma. Nei, við fjórum að skrifa, við tókum með Panskan 1983 haustið. Þá fer ég... Þá löngu Jakob orðinn búin að vera forstjóri til margra ára. Já, það getur vel verið. Alltaf að Jón var komið svo, en það ekki það sem ég ætla að tala um. Það segir það að Jón var búin að stunda mjög mikla rannsóknir á þorski. Já. Og hann gerði á það á hverju ári utan það að merkja þorsk. Hann merkti mikið af þorski. Hann merkti 7700 þorska. Já. Á mörgum árum. Fór á hverju einasta ári og merkti þorsk. Hann fór líka hverju einasta ári
og með fjölina sína og tók kvarnir og aldursgreindi þorsk. Já. Og hann hafði það þannig, hann var með fjölina sína, hann lagði þorskina á fjölina og var með síl og gerði gat í fjölina þar sem þorskurinn var og tók honum kvarnirnar og fór svo heim með fjölina og mældi fjölina í punktana. Skilur, hann gæti ekki verið að skrifa. Já. Þetta er fyrsta tölvan sem kemur. Og hann skrifaði mjög góða grein þessar merkingar. Hann finnur það til dæmis út á kvarnalestri og öðrum að þorskurinn þá hringdi að meðaltali 1,2. Já. Það voru 80% afföll af þorski eftir hrygningu. En endurheimt á merkju var ekki nema 7%. Sko, hann gerði það, hann merkti með svokölluðu time out. Hann vinnur úr sem er time out aðgerð. Þú meiðir einhvern merki og þú skilar því inn og það er veitt það var merkt fyrir 2 árum. Þessi fiskur er búinn að vera 2 ára úti. Svo eru sumir sem búinn að vera 1 ára úti, aðrir búinn að vera 3 ára úti. Hvað er fiskurinn búinn að vera lengi úti? Hann fær upplýsingar það. Hann fær upplýsingar hallatölur og hvernig hún fækkar með árum. Já. Og það er óháð merkjaskiljum. Prósentunni. Og hann fær það út að afföllin á þorski séu 80% á ári eftir hrygningu. Þetta eru náttúrulega alltaf tölur sem verða rosalega sveiflukendar. Nei, þetta er nefnilega ekki sveiflukent. Þetta er gert yfir svo langan tíma og þetta er svo vel gert hjá honum. Þetta eru bara upplýsingar sem þú getur ekki neitað. Nei. Það er ekki hægt að segja svona. Og hann sér En þetta þegar þú fær bara tilbaka 7% af merkjum sem þú merkir. það sýnir að veiði álagið er lítið. Já, það getur vel verið. En afföllin og reikna, það var það sem hann áhuga á því. Hann sagði bara afföllin eru svona mikið. Þess vegna er til að veiða mikið, vegna þess að fiskurinn er eftir hvað sem er. Og sem hefur sýnt sig að hafa verið rétt því að það er sko hafa klikkað aldrei veiðin fyrir að fara að takmarkana. Nei. Það má náttúrulega kannski segja að þetta breyttist dálítið hjá okkur þegar að við skuttogara væddum flotan hjá okkur. Vorum komni með upp í 120 skuttogara. Já, fyrst 85 og svo var fjölgaði restina upp í 120. Já, þegar mest var. Já. Þá náttúrulega, og þeir stunduðu mikið veiðar fyrir vestan og norðan í smáum fiski. Það náttúrulega meðalvíkt innan við 2 kíló. Það voru túrar á togurunum fyrir vestan sem voru að meðaltali 1,6. Það var nú mikið lokað, sko. Já, jú, það var það líka, en það var samt mikill partur af þessu að meðalafli á togara var í kringu 2 kíló eða eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega hlýtur að hafa áhrif. Já, það hefur þau áhrif, þið verðist ekki að ætla að læra á þessu. Að Jón Jónsson rannsakaði 1965, þá fyrir hann til Húsavíkur og fyrir að skoða afla úr enskum togurum og íslenskum. Og Árni Friðriksson, hann tók aldrei sínu úr íslenska flótanum að hann sagði, þeir henda svo miklu, það er ekkert að marka aflasamsetninguna. Og Jón fer þarna og hann finnur þá út að breta fiskurinn 55% af þessu fiski er undirmálsfiskur sem bretarnir veiða. Í íslenska togarunum þá sást hann ekki. Hún var bara hent af því þú voru að veiði salt meðal hans eða hann settur í gúan og hann sagði þetta er ekkert smár fiskur. Það verður að veiða þetta. Það verður að halda veiðinni við því annars verður og lítill matur fyrir fiskin og við sjáum það að stórir árgangar vaksa hægar heldur en litlir. Já. Hann segir það sem við erum að segja í dag. Það er búið að vera staðrind í Já, en rauninni í 42 ár. Gera menn ekkert núna í þessu. Ég sagði við þarna á fundinum, þið verða að gera eitthvað í þessu. Þetta eru gríðarlegi peningar. Það verða að gera tóma vitleysu. Ætli að halda þess áfram.
Þetta sennilega aflaverðmæti ef við værum að veiða bara 100.000 tonnum meira af þorski á ári, myndi gera það núna í 3 ári röð eitthvað svoleiðis, að umfram ráðgjöf Hafró, bara værum að veiða 300.000 tonn, þá varum við að auka tekjur ríkissjóðs einhverja 150 milljarða. Og bjarga fiskinum frá bráðum dauða. Já, fyrir nú út að það. Já. Og styrkja stofninn. Já, ég meina, ég held að þurfi ekkert í dag, það einu mennirnir sem, ég hef aldrei hitt sjómann sem sammála Hafró, aldrei. Nei, það eru fáir sjómenn sem eru sammála þeim á einu sviði. Nei. En strákar, þetta nú búið að vera ágætt svona til að upprifja sögu fiskifræðingarnar og heyra þína rödd, Jón. Þú ert eyja í hafinu, klettur í hafinu, eins og var nú sagt eitt stjórnmálamann. Þú ert að tjá þig hluti sem að vísindasamfélagið ekki sammálaðir nema ekki allir, einhverjir eru það nú sem betur fer, en þeir mega ekkert koma fram. Ekki þeir sem eru á Hafrannsóknastofnun, en þeir eru víða annar staðar sem taka undir ýmislegt sem þú ert að segja. En ég tek líka eftir því að menn nenni ekki að standa í neinu svona. Nei, en svo kannski gleðilegast í þessu í dag að hugsanlega koma útlendingar og fara eftir ráðgjöf þinni varðandi bæði Pólverjar og þeir hjá Eystrasaltsríkjunum. Já, ég ætla að vona það. Þá væri það ákveðin uppreisn æra hjá þér. Já, ég er í fínum málum, finnst mér, sko. Já, en það gæti opnað augu margra. Ég sparaði Færeyingum nokkra milljarða með því að sker ekki úr veiðarnar á sínum tíma. Á sínum tíma. Já, nú eru að veiða 5.000 tonn á þorski. Já. Þeir voru í 20-40. Þeir fóru Hafró-leiðin okkar. Já. En strákar, eina spurningu hérna. Eru það vísindi að þagga niður skoðanir? Það er gert á Íslandi. Það hélt ég ekki. Ég hélt að vísindi fylgdu rökræður alla hluti. Við erum margir búin að reyna að tala með Hafró í 40 ár. Já. Það var einu sinni hlustað á mig. Og það var þegar við vorum búin að loka Faxaflóa vegna smáísu sem ég held að væri 2 ára. Já. Og voru búin að loka en ætluðu að fara í reglugerðarlokun sem þýðir bara blokkeringa. Og þá fer ég á vegum Trillukallanna og tek sýni á Faxa og finn þá út að þetta er allt 4 ára fiskur. Já. Og 5 ára fiskur. Þetta var smá ísa undir Vogastapa og víðar. Já, en ég skrifaði skýrslu og ég sendi hana með hann frá Kópa og hann hætti við að loka. Já. En strákar, tíminn er kominn, þið eru búinir að tjá ykkur hlutina og ég hef nú sitið á þér, Óli, þú er ekki fengið að láta ljós þitt skína nógu mikið. Það fara að blikka. Það blikkar bara. Það blikkar. En ég þakka ykkur fyrir spjallið, strákar, og ég þakka útsendingastjóranum. Já. Og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út. Takk fyrir mig. Já, sömuleiðis, takk fyrir.